Já, ég vil byrja á því að þakka skipuleggjendunum fyrir að leyfa mér að koma hérna og tala við ykkur reynslu stjórnenda félagsmiðstöðva og frístundaheimila af skipulagi frístundastarfs á tímum samkomubanns. Það ákveðnir fyrirvara sem ég vil gera við þetta erindi. Í fyrsta lagi þá erum við að vinna þetta með ný gögn sem að hafa ekki verið hreinsuð gaumgæfilega, þannig að við þurfum að taka tillit til þess. Í öðru lagi þá erum við ekki búin að vinna úr þessu eins vel og gögnin bjóða upp á. Gögnin bjóða upp á mikla úrvinnslu, þannig að ég kem bara til með að segja ykkur svona fleita rjóman af þessum niðurstöðum. Og í þriðja lagi þá vil ég taka það fram að þessi vinna auðvitað ekki mín eigin heldur koma að fjöldi fræðimanna og fagfólks. Þannig að þakka þeim sem að tóku þátt í þessu með mér kærlega. Af hverju skipta frístundaheimili og félagsmiðstöðvar máli í þessu fordæmalausa ástandi? Jú, það auðvitað vegna þess að það mikill fjöldi barna og unglinga sem að sækja sér þjónustu til frístundaheimila og félagsmiðstöðva. Frístundaheimilin eru með það bil 60% barna á aldrinum 69 ára undir sínum verndarvæng og félagsmiðstöðvarnar eru auðvitað opnar öllum börnum frá aldrinum 10-15 ára og skipta auðvitað miklu máli og sérstaklega í þessu svona félagslega samhengi sem við erum að tala og auðvitað svona hugtök eins og einmannaleiki og félagslega einangrun kemur auðvitað upp í ástandi sem þessu. Þannig að þetta eru feikilega mikilvægir póstar í þessum svona innviðum sem við treystum á. Svör við þessari rannsókn bárust frá 200 stjórnendum frístundaheimila og félagsmiðstöðva og flestir þeirra voru vitanlega á höfuðborgarsvæðinu. Okkur langaði aðeins til að skoða hvernig mætingin hefði breyst á þessum tímum COVID og við sjáum það að það eru 50% helmingu svarandi sem að segir að það séu miklu færri sem að mæta heldur voru áður og 35% þar að auki segja að það séu aðeins færri sem að mæta. Þannig að mætingin í frístundastarf hefur dregið verulega úr henni. Annað sem við höfum mikinn áhuga á að skoða hvort að fólk hefði notað einhverjar nýjar leiðir til þess að mæta þessum aðstæðum og þá sérstaklega með rafrænu frístundastarfi. Og við höfum auðvitað fleiri spurningar sem að þá spurja nánar út í það hvað felst í því og vonandi komum við þeim á framfæri síðar. En það eru fjórðungur svarenda sem að segir að rafrænt kerfi hafi verið tekin upp til þess að mæta þessum aðstæðum. Þannig að stærsti hlutin hefur ekki boðið upp á slíkt. Og okkur langaði auðvitað til þess að vita líka hvernig hefði gengið með þetta rafræna frístundastarf og almennt þá segja 57% að það hefði gengið frekar vel og það bil 9% sögðu að það hefði gengið mjög vel. Fjórðungur sagði að það hefði gengið frekar illa og einhverjir höfðu mjög slæma reynslu af þessu og það hefði gengið mjög illa. En okkur langaði líka til þess að skoða þá sérstaka hópa af því að við vitum að svona aðstæður verka mjög mismunandi á hópa eftir því hver félagsleg staða og aðstæður eru. Þannig að við skoðum líka krakka með námsorðuleika, til dæmis ADHD eða lesblindu, hvernig hefði gengið að koma þeim í þetta rafræna frístundastarf. Og það gekk aðeins verið heldur en svona almennt, en það var samt helmingur sem að sagði að þessum krökkum hefði gengið frekar vel að komast inn í þetta starf. En útkoman fyrir þennan hóp ekki eins góð eins og almennt gerðist. Og þá ekki síður mikilvægt að skoða krakka sem eru með annað móðurmál heldur en íslensku og hvernig þeim hefði gengið og þá sjáum við svolítið svona erfiða mynd að þar eru 60% stjórnendana sem segir að það hefði gengið frekar illa að ná þessum krökkum inn í þetta rafræna frístundastarf og enginn sem að sagði að það hefði gengið mjög vel. Þannig að þar þurfum við að finna aðrar leiðir eða að bæta þá þjónustu sem við höfum verið að bjóða upp á.
Það auðvitað mjög mikilvægt þetta samstarf á milli frístundar og skólans. Hvernig gengur það fyrir sig og hvernig vinna þessir aðilar saman að málefnum barnanna. Og til þess að skoða það í þessu COVID-samhengi þá erum við auðvitað að vita hvernig staðan áður og það einmitt það sem að þessi spurning lýsir fyrir okkur. Hvernig myndir þú lýsa samstarfi frístundastofnunarinnar við grunnskólan fyrir samkomubann? Og 42% segja að það hefur verið mjög gott, 41% segja að það hefur verið gott, en síðan eru þarna svona 20%, væntanlega tæplega 20% sem að þetta hefur gengið verr fyrir samkomubann. Nú, það síðan þannig að þegar að samkomubannið skellur á, þá breytist þetta samband lítið hjá flestum, en það hefur aukist í einhverjum tilfellum og í einhverjum tilfellum hefur það því miður minnkað. Nú, hefur verið hugað sérstaklega félagslegum samskiptum og andlegri líðan barna í þínu frístundastarfi. Þetta var auðvitað áherslupunktur sem við höfðum. Helmingur segir að þetta sé svipað og venjulega, en þarna eru auðvitað stór hluti sem að segist hafa bætt í þessa vinnu í frístundastarfinu. Og við skoðum það nánar, sérstaklega þessa spurningu hefur haft samband við félagslega einangru börn í faraldrinum. Þar meiri hlutin sem segir að það hefði ekki verið gert. Það frekar lítið eða mjög lítið verið gert af því. Það aðeins önnur mynd þegar að það spurt samband við foreldra félagslega einangraðra barna í þessum faraldri, að það virðist vera sem að fólk hafi frekar haft samband við þá en samt rúmlega helmingur segist ekki hafa verið í litlu eða mjög litlu sambandi við þessa foreldra. Síðan langar okkur aðeins til þess að skoða svona sóttvarnar hlutan af þessu, hvernig það gengur fyrir sig og spurðum veistu til þess að börn sé að rjúa sóttkvíarhólfi í frítímanum, það að segja leika sér við börn úr öðrum bekkjum eða kennsluhópum og það 19% sem segja já mikið og 54% segja að eitthvað hafi verið það sem að gefur ákveðnar vísbendingar atriði sem að við þurfum auðvitað að taka fastari tökum. Nú síðan ein spurning sem að mjög margir svöruðu og mjög mikilvægt, hvað ætti að setja á oddinn þegar að frístundastarf hefst á nýjan leik og þá eru margar mjög góðar hugmyndir sem að vonandi verða gerðar aðgengilegar fyrir ykkur. Það aukin áhugi á rafrænum félagsmiðstöðum að nálgast krakkana með þessum hætti sem mjög áhugavert og fólki finnst spennandi og kannski hefur þessi tími svolítið ýtt við okkur í þá átt og síðan var auðvitað líka lögð mikil áhersla á áframhald af sótthreinsi reglum og almennum þrifum að við bætum það þannig að jafnvel þó að séum komin út úr COVID að við tökum einhvern lærdóm bara smithættu í svona starfi almennt. Og síðan auðvitað þetta að koma á rútínunu og passa upp á öryggi og fjölbreytt og skemmtileg verkefni. Og síðan þessi punktur sem kannski aðalatriði úr þessum fyrirlestri þetta að reyna að halda utanum þessa krakka sem að höllum fæti standa. Það auðvitað hlutverk kerfisins. Takk fyrir.